Við bjóðum ykkur áhorfendur góðir öll hjartanlega velkomin á stafræna ráðstefnu Jafnvægisvogarinnar 2020. Jafnrétti er ákvörðun. Jafnvægisvogin er hreyfihaldsverkefni félagskjarna kvenna í atvinnulífinu í samstarfi við forsætisráðuneytið, Sjóvá, Deloitte, Pipar, TB2FA og Morgunblaðið. Markmið verkefnisins er að auka á jafnvægi kynja í efsta lagi stjórnunar fyrirtækja, stofnana og sveitafélaga. Með það markmiði að árið 2027 verði hlutfall hvors kyns eigi minna en 40%. Við bjóðum velkomna Katrínu Jakobsdóttur, forsætisráðherra. Kæru gestir, það mjög sönn ánægja að vera með ykkur hér í dag á þessari stafrænu ráðstefnu og viðurkenningar athöfn Jafnvægisvogarinnar. Og mér langar til að byrja á því að þakka FKA fyrir sitt öfluga starf í þágu jafnréttis í atvinnulífinu. Við sem hér erum vitum að jafnrétti kemur ekki af sjálfu sér. Við þurfum að vinna því allstaðar og alltaf og því fleiri sem leggjast á árarnar því betra. Og starf ykkar á vettvangi Jafnvægisvogarinnar og FKA skiptir miklu máli. Jafnréttismál hafa verið forgangsmál hjá þessari ríkisstjórn. Og þau hafa verið það frá upphafi kjörtímabils og ástæðan er einföld. Fullu jafnrétti kynjanna hefur ekki verið náð. Og ekki aðeins er jafnrétti kynjanna mikilvægt samfélagslegt réttlætismál. Það er einfaldlega það rétta að gera. Heldur er jafnrétti kynjanna líka mikilvægt efnahagsmál. Þrátt fyrir þessi augljósu rök hins vegar eigum við enn langt í land með að ná fullu jafnrétti bæði hérlendis og erlendis. Ef fullkomi jafnrétti ríkti í okkar samfélagi mætti sjá konur til jafns við karla í stjórnunarstöðum, konur höfðu jafn mikið bolmagn og karlar í fjárfestingum og jafn mikil áhrif og karlar í fjármálaheiminum. Við sæjum vinnumarkað sem ekki væri svona áberandi kynjaskiptur, kynin tækja á sig jafn mikla ábyrgð og vinnu inn á heimilunum, konur og karlar fengju sömu laun fyrir sömu vinnu í öllum starfsstéttum, og konur væru ekki beittar kynbundnu ofbeldi og áreiti. Fyrsta skrefið í að ná fram jafnrétti er að skilgreina, þekkja og brjóta upp þau kerfi sem valda misrétti. Og þó að við getum vissulega verið stolt af því að verma ár eftir ár efsta sætið á lista Alþjóðaefnahagsráðsins sem mælir kynjabil á alþjóðavísu, er mikilvægt að vera meðvituð að í samfélaginu ríkir enn misrétti og valda ójafnvægi sem ekki eru gerð fyllilega skil í úttekt ráðsins. Eitt dæmi þetta eru lög kynjakvóta í stjórnum fyrirtækja, þar sem fyrirtækjum með fleiri en 50 starfsmenn er gert skylt að hafa að minnstakosti 40% stjórnarmanna sinna konur eða karla. Þessi lög voru samþykkt 2010, þau tóku að fullu gildi í september 2013. Nú þegar við lítum til þeirra fyrirtækja sem lögin ná ekki til, sem eru svo með færri en 50 starfsmenn, sjáum við að hlutfall kvenna í stjórnum þar er 26,1% og hefur lítið breyst milli ára. Í þeim fyrirtæki sem lögin ná til voru konur rúmlega 30% stjórnarmanna árið 2019 og þar hefur ekki heldur mikið breyst á milli ára. Þetta er óviðunandi og það er ljóst að fylgja þar lögunum betur eftir. Markmið Jafnvægisvogarinnar er að árið 2027 verði hlutfallið á milli kynja 40-60 í framkvæmdastjórnum fyrirtækja á Íslandi. Það er eftir vill raunhæft viðmið miðað við stöðuna, en eins og ég hef áður sagt þá er tilefni til að skoða allar leiðir til að ná markmiðum okkar og þar á meðal viðurlög. Við erum ekki að ná þeim árangri sem við ætluðum okkur, við erum ekki að fylgja þeim lögum sem eru í gildi og þá þarf að íhuga breytingar. Nú það er ekki hægt að halda ræðu hér án þess að tala um heimsfaraldurinn sem snertir okkur öll hvar sem við erum í heiminum og hefur vissulega mismunandi áhrif á konur og karla. Og afhjúpar margt það misrétti sem fyrir í samfélaginu. Ég er hins vegar bjartsýnismanneskja og hef þá trú að við getum líka notað þetta tækifæri, því stundum geta tækifæri falist í áföllum, til að ljúka þeirri endurskipulagningu sem þarf að eiga sér stað svo við getum komið út úr þessum faraldri sem öflugra jafnréttissamfélag. Og til að mynda ná raunverulegum árangri gegn kynbundnu ofbeldi og heimilisofbeldi sem við höfum séð aukast í þessum faraldri. Jafnvægisvogin er eitt af þeim mikilvægu verkefnum sem við erum stolt af því að taka þátt í og ég hef mikla trú á árangri þeirra verkefna sem hér er lagt upp með. Og munum það, jafnrétti kemur ekki af sjálfu sér,
Það þarf að vinna því allstaðar og alltaf og til þess að ná árangri þarf samtakamátt. Og þann mátt finn ég meðal ykkar og hlakka til áframhaldandi samstarfs. Takk fyrir. Næst tekur til máls Hermann Björnsson, forstjóri Sjóvá, og flytur hann okkur erindið Jafnrétti skilar ávinning. Komið í sæl. Ég vil nú byrja að taka fram að ég nú engin expert í þessum fræðum. Ég hins vegar mjög áhugasamur jafnrétti kynjanna og ég tala hér þá sem áhugamaður það og í sjálfu sér hef ég býsna langa stjórnunarreynslu þar sem ég hef kynnst þeim áherslum og get sagt frá því hvernig við í Sjóvá höfum iðkað þau mál. En þegar við tölum jafnrétti þá verðum við líka velta fyrir okkur á hvaða vegferð við erum og af hverju við erum við á þessari vegferð. Það er náttúrulega fyrst til að taka að þetta er mannréttindamál. Kynjajafnrétti er mannréttindamál. Kynjajafnrétti er mikið samfélagslegt mál, stórt, risa samfélagslegt mál. Kynjajafnrétti er sanngirnismál og að ég tala ekki að það er bundið í lög. Sem betur fyrir erum við Íslendingar á ágætum stað margt varðandi kynjajafnrétti og á margan hátt litið til okkar. Hins vegar það þannig að í mínum huga erum við í dauðafæri að ná enn betri árangri hvað það varðar. Og ég held við séum í dauðafæri að ná þeim árangri að það verði eftir því tekið á heimsvísu. Mörg fyrirtæki eru á býsna góðri vegferð að ná fram jafnrétti kynjanna. Önnur hafa meðal annars skrifað undir viljayfirlýsingu jafnréttisvoðarinnar og eru á góðri leið. Einhver fyrirtæki hins vegar ströggla við að ná þessum árangri og við þau fyrirtæki vil ég segja að það er hægt að vinna að þessu, það er ekkert stress í því, það er að segja, það er fátt í mínum huga jafn mælanlegt eins og jafnrétti kynjanna og það er fátt jafn mælanlegt eins og launajafnrétti. Fyrirtæki þrífast á mælingum og þarna ættu þau nú að byrja og mæla hvernig þau standa. Það er líka þannig að það er ekki sjálfgefið eða rétt skref til jafnræðis og jafnréttis að ryðja út þeim fjölda kalla á einu bretti sem að þarf til og ná þannig jafnréttinu. Þau fyrirtæki sem ströggla í dag þau ættu að byrja að huga því við næstu mannaráðningar að ná í öflugar konur í stjórnendahlutverk. Og það mun koma þeim flestum stjórnendum mjög óvart hversu auðvelt það er. Á mínum ferli hef ég aldrei lent í því að þurfa að einhvern veginn, eins og oft talað að tala konur til að takast á hendur ábyrgðarhlutverk. Það hefur reynst mjög auðvelt og það er fullt af mjög öflugum kvenmönnum þarna úti sem eru tilbúin að taka á sig ábyrgðarhlutverk. Þannig að byrja á næstu ráðningu og svo þar næstu ráðningu og þannig kemur þetta koll að kolli. Þannig held ég að jafnréttinu vindi fram með eðlilegum hætti. Er ávinningur í jafnrétti var spurt og ég segi já, það er ávinningur í jafnrétti og það er meira en ávinningur í jafnrétti, það er fjárhagslegur ávinningur í jafnrétti og það höfum við merkt í Sjóvá mjög sterkt. Það eru líka margar mælingar sem að sýna fram á það. En ef við heimfærum það upp á Sjóvá að þá er það þannig að við erum með jafnt hlutfall í stjórnunarstöðum, í stjórnendastöðum, í stjórnum okkar fyrirtækja og í forstöðumannastöðum. Við erum reyndar allt fyrirtæki með jafnt hlutfall. Og hverju skilar þetta okkur? Þetta skilar okkur því að við erum þjónustufyrirtæki, við erum fólk að þjónusta fólk. Og kúnnarnir okkar, þeir eru misjafnir, þeir eru á báðum kynjum og áherslur okkar að hafa jafnrétti í starfsmannahópnum skila sér þar mjög sterkt. Áherslur að hafa jafnrétti í stjórnendahóp eða leiðtogahóp er mjög augljós. Dýnamíkin verður miklu betri, umræðan verður markvissari og öflugri. Fyrir nú utan það að það ríkir það mikil ánægja innan fyrirtækisins og ánægja innan fyrirtækisins eflir starfsanda og starfsandi hjá okkur er gríðarhár. Sama má segja launajafnrétti, það er ekki síður mikilvægt og þar höfum við verið með þannig niðurstöðu að það sveiflast einhver brot og prósentum til eða frá annarkvæmt köllum eða konum í vil. Það að starfsmenn þurfi ekki að efast að þetta sé með þessum hætti heldur er að tekið út af hlutlausum aðila, það skapar ró, það skapar ánægju og það skapar góða vinnustöðamenningu, eins og ég nefndi áðan. Og góð vinnustöðamenning í fyrirtæki sem að þrífst á þjónustu smitar til viðskiptamanna. Og það vill svo til að við höfum ekki alltaf verið þar, en á síðustu árum höfum við
bókstaflega þotuð upp í ánægju vistamanna. Við erum 3. árið í röð efst í ánægjuvoginni og við finnum greinilega bæði með bættri starfsánægju, þá vex ánægju vistamannsins, ímynd okkar sem fyrirtækis vex, traust viðskiptamanna í okkar garð vex og tækifæri til að afla nýra viðskipta vex líka. Þannig að það er augljóst að þetta skapar jákvæða niðurstöðu. Að sama skapi hefur það oft verið í þjónustu fyrirtækjum eins og tryggingafyrirtæki og bönkum að framlínustörfin hafa verið kvennastörf að meira en 80% leyti. Það eru þau störf sem að mæta okkar vistamönnum. Við tókum ákvörðun það fyrir nokkur síðan að jafna þessi hlutföll þar og hefur tekist mjög vel upp. Það er að sama skapi þar sem við höfum uppskorið. Miklu dýnamiskari og skemmtilegri umhverfi þar sem kynja hlutfallið er jafnt. Það smitar alveg blóðbeint til viðskiptamann okkar og ánægju þeirra. Þannig að í sjálfum sér held ég að það þurfi ekki að fjölira það og þeir komast að því sem þangað fara eða þá braut þetta að þetta leiði til ekki bara sanngirni og að þetta er sjálfsagt verka framkama, heldur leiðir þetta til jákvæða niðurstöðu. Ég hef aðeins verið að hugsa það, síðustu viku þá var ráðstefna, mjög áhugaverð ráðstefna, einmitt jafnrétti kynjanna og þar var verið að ræða af hverju væru ekki fleiri konur í stjórnendahlutverki. Þar var kona sem að doktor sem var að greina frá doktorsritgerð sinni í félagsfræði, Ólöf Lúðvíksdóttir, held ég fara örugglega rétt með. Það var margt mjög áhugavert og fróðlegt sem að kom fram í hennar tali. Þar sem hún í sinni rannsókn talaði við stjórnendur af báðum kynjum og svona velti upp þessari spurningu hvernig á því stæði að stjórnendur væru til þess að gera einsleitur hópur karla. Og þar var einhvern tvennt sem kom mjög sterkt upp í minn huga og olli mér heilabrotum. Annað var það að það er að koma á daginn enn og aftur að það er vitlaust gefið. Það er að segja að það er konur sem að standa frammi fyrir því að taka á sig stjórnunarhlutverk þurfa að bæta töluvert miklu á sína könnu vegna þess að heima fyrir er vitlaust gefið. Þetta er hluti sem þarf að laga en ég held hins vegar að leiðin að því að laga það sé ekki að vinna í því að laga það heima fyrir heldur einmitt að fjölga konum í stjórnunarhlutverki og þar með leiða til þess að áherslan aukist á þetta jafnrétti sem þar þarf að ríkja líka. Annað hins vegar sem vakti líka athygli mína í þessum fyrirlestri var að það kom fram meðal kvenna í þessum rannsóknum að konur eru oft á tíðum alls ekki tilbúnar til þess að gefa eftir ákveðin hlutskipti eða hlutverk á heimilinu. Og það olli mér heilabrotum með þeim skilningi að ég held að enn ríki einhver gamaldags hugsun það hvernig stjórnendur eiga að vera. Og jafnvel ríkir það einhver hugmynd að það séu miðaldra karlmenn, sennilega þannig rétt að ég var að gangast við því, en að þeir séu lokaðir inn á skrifstofu og það veitir svona fáir hvað þeir þar fer fram. Þeir vinni daginn langan og myrkrar á milli og séu þess á milli að stunda einhver tengslanett í klúbum og reglum með fullri virðingu fyrir þeim, það er að segja reglunum og klúbunum. Ég held eins að þetta sé ekki svona. Ég held að leiðin kvenna inn í æðstu stjórnendastörf sé ekki að einhvern veginn að brjóta þann múr og fara inn í þetta hlutverk vegna þess að ég held að nútíma stjórnandi í dag, hann er ekki svona. Nútíma stjórnandi í dag, hann byggir á breytinni, hann eflir hópin í kringu sig, hann er með stóran hóp fólks í kringu sig að báðum kynjum, mjög öflugu fólki sem að lætur verkin tala, fær umboð til þess og fær svigrúm til þess að glóa. Þannig er nútíma stjórnandi. Þannig að og í sjálfum sér nútíma stjórnandi í dag líka, hann er ekki upptekinn af því að vinna daginn langan. Þetta er allan að mín sín. Og ef það er rangt mat að svona sé nú sýninu, þá allan að byggja þetta á mínum raunveruleika. Og ég held að leiðin að því að ná fram þá því þar að segja, konur þurfu ekki í mínum huga að velta því fyrir sér að þær þurfa að færa þá fórnir við það að taka á sig æðsta starf í fyrirtæki, forstjórastarf. Þær geta í dag auðvitað að tvinna það saman, það er eiga að tvinna það saman. Og sjálfum sér nútíma stjórnandi, eins og ég segi í dag, hann er árangri með fjöldanum, hann er árangri með hópnum sínum og hann er árangri með því að það er jafn rétti og jafn ræði milli vinnu og einkalífs.
Það er þannig sem árangur næst og menn eru ekki mældir af því hversu lengi þeir vinna daginn sinn heldur miklu frekar hverju þeir afkasta og hversu margir eru þá það að hjálpa honum í því. Þannig að það er allavega mín sýn á þetta og ég vona svo sannarlega að okkur takist áfram að feta okkur þennan stig og verðum, ég hef oft sagt að markmið jafnvægisvogarinnar er að ná 60-40 eða 40-60 2027. Mér finnst það allt og langur tími en ok, við sjáum hvað setur en vonandi tekst okkur það fyrr. Takk fyrir og áfram Ísland. Árið 2016 þá varð til þetta fyrirtæki Coca-Cola European Partners og fljótlega eftir þá sameiningu, þetta sem sagt fyrirtæki í 13 löndum með 20.000 starfsmenn, fljótlega eftir þessa sameiningu að þá var sett háleitt markmið að ná 40% kvenna í stjórnendastöðum hjá fyrirtækinu öllu fyrir árið 2025. Við á Íslandi, Coca-Cola á Íslandi, við settum okkur það markmið að ná 50% fyrir árið 2020 og í upphafi árs 2019 og þá náðum við því markmiði og höfum haldið í þótt að það hafi orðið breyting á fólki í stjórnendastöðunum. Jafnréttismál hafa verið okkur ofarlega í huga hjá Olís undanfarin 20-25 ár og við höfum markvisst unnið að því í gegnum tíðina að reikna át störfin og tryggja það að við séum að greiða sömu laun fyrir sömu vinnu óháð því hver vinnur starfið. Staðan er sú að 2016 þá fáum við staðfestingu á því að þetta verkefni hefur gengið eftir en þá fáum við gullmerki PwC jafnlauna úttekt. 2018 þá fáum við jafnlauna vottun sem staðfesti það að við höfum verið á réttri braut undanfarin ár og það gleður okkur mjög að geta þá sagt frá því að þessum málum hefur verið vel fyrir komið hjá okkur hjá Olís. Frá stofnun Isavia árið 2010 að þá hefur félagið lagt mikla áherslu á það að sækja sér svona fjölbreytileika þegar kemur að mannauðnum. Hlutirnir hafa breyst svona misrætt hjá okkur og svona framan af ef við horfum til ársins 2011 að þá til dæmis vorum við með í efsta stjórnunarþrepunum okkur hlutfall karla og kvenna var þannig að konur voru innan við 30% stjórnenda. Núna árið 2020 að þá vorum við komið með þetta í 60%. Í öðru stjórnendaleveli að þá vorum við undir 20% og erum komin í 40% í dag. Svo erum við með þetta þriðja stjórnendalevel. Það er svona, það er aðeins meiri flækjustig þar. Þetta hafa verið talin svona oft karllæg störf sem við erum svolítið að bjóða upp á. Ég svo sem ekki sammála því þetta sé ykkur sérstaklega karllæg störf. Við hafa haft svona karllægt yfirbragð og það er alltaf kannski svolítið okkar að breyta því yfirbragði. Við höfum árum áður, þá vorum við að leggja töluverða áherslu á það að reyna að auka fjölbreytileikann í þeim störfum. En á síðustu áruna þá kannski áttuðu okkur betur á því að við þurftum að byrja réttum enda. Að það er kannski á fyrsta og öðru þrepinu og þar höfum við náð mjög góðum árangri. Og við höfum fengið alveg gríðarlega mikið út úr þeirri breytingu. Jafnvægisvogin vinnur markvisst að því að fá fyrirtæki, sveitarfélög og opinbera aðila til að heita þess að vinna að markmiðum jafnvægisvogarinnar til næstu ára. Í upphafi árs 2020 höfðum 55 aðilar skráðsett þáttöku. Nú eru þeir orðnir 116 talsins og hefur þáttakan því meira en tvöfaldast á árinu. Venja er að nýjir þáttakendur undirriti formlega viljayfirlýsingu á ráðstefnu jafnvægisvogarinnar ár hvert. En að þessu sinni munum við taka stutta stund til að kynna inn þá aðila sem gengur til liðs við verkefni á þessu ári. (1912) EHF, Advania Ísland, Afrozone EHF, Arion banki, Arkís Arkitektar EHF, Ása Sigurlaug Text Art, Atmonia, Avergo, BL EHF, Blönduósbær, Borgun HF, Coca-Cola European Partners Ísland, Controland,
Kreditinfo, Distika, Dómsmálaráðuneytið, Festi HF, Félagsbústaðir, Framkvæmdasýsla ríkisins, Gekko, Gótó Flekaskil EHF, Harpa tónlistar- og ráðstefnuhús, Háskóli Íslands, Heilbrigðisstofnun Vestfjarða, Heimavellir HF, Intellekta EHF, Ísafjarðarbær, Íslandspóstur, Isavia OHF, Íslandsstofa, Ístak HF, Jóns, Landhelgisgæsla Íslands, Lota, Lyf og heilsa, Múlaþing, Núna EHF, Pro Coaching, Pro Events, Rangárþing Eystra, Rangárþing Ytra, Reykjanesbær, Sahara, Seðlabanki Íslands, Samkaup, Sveitarfélagið Skagaströnd, Sveitarfélagið Ölfus, Terra umhverfisþjónusta, Tips miðasala, Te og kaffi HF, Torg EHF, Tryggja, Valitor, Veritas Capital EHF, Vinnueftirlit ríkisins, Vinnupallar EHF, Þjóðskrá Íslands. Það eru margar ástæður fyrir því að jafnrétti skiptir máli í svona fyrirtæki eins og okkar. Coca-Cola er sögulega mjög karllægur heimur og karllægur geiri og það skiptir rosalega miklu máli að fá ekki bara jafnrétti milli kynja, heldur bara jafnrétti milli kynþátta og bakgrunns starfsmanna. Og þetta skiptir máli fyrir svo margar ástæður. Það er auðvitað bara samfélagslega, þá viljum við auðvitað að sem flestir fá að taka þátt í að byggja okkar fyrirtæki upp. Það þarf líka að spegla samfélagið, þannig að við þurfum að vera með fólk sem hefur þekkingu og skilning á neytendum og markaðnum. Það skiptir líka máli bara fyrir okkur rekstrarlega séð að sko við séum með mörg mismunandi sjónarhorn og svona við erum með fólk með margvíslegan bakgrunn sem kemur að því að taka þátt í ákvörðunum fyrir fyrirtækið. Og það eru margar rannsóknir sem að sýna það og sérstaklega í ákveðnum geirum eins og okkar að eftir því sem er fjölbreyttari stjórnendur og fjölbreyttari starfsmannahópur að þar eru betri ákvarðanir og það er betri fjárhagsleg afkoma. Og við finnum það bara að þessi ólíka orka sem fylgir þessum fjölbreytileika er að skila sér algjörlega í þá vinnu og í þá breytingu á hugsun og fyrirtækjamenningun okkar. Og við erum ekkert að gera þetta því að við erum eitthvað svo rosalega eitthvað svona, ég veit ekki hvernig maður orðar þetta, við erum ekkert að gera þetta því að til að vera eitthvað góð, við erum að gera þetta bara til að vera betri í að sýna betri arðsemi, vera betri vinnustaður, skiptir okkur óbúslega miklu máli að vera aðlaðandi vinnustaður, eitt af því sem við þurfum að vera þannig að fólk vill sækja störf hjá okkur, við viljum að alls konar fólk sækja störf hjá okkur, hvort sem það eru karlar, konur, ungt fólk, eldra fólk. Við viljum hafa úr stórum hópa móða. Þetta er árangurinn sem við viljum ná og leiðin til að gera það er með þessum fjölbreytileika.
Næst tekur til máls Þórður Snær Júlíusson, ritstjóri Kjarnans og ber erindi hans heitið Það dropar á glerþakið milli kvenna og peninga en fáar sprungur myndast. Velkomin Þórður Snær. Takk fyrir og komið þið sæl. Þótt Ísland treyki sig af því að vera heimsmeistari í jafnrétti og að hér hafi margt áunnist í þeim málum á skömmum tíma, þá skulum við ekki blekkja okkur með því að það eru stór vígi eftir. Þó að kona hefur verið hér forsætisráðherra á þessu kjörtímabili, þá skulum við hugsa það að hún einungis önnur konan til þess að gegna því hlutverki í Íslands sögunni. Það var 25 kallar setið í þeim stóli. Það var 2 konur verið fjármálaráðherrar á Íslandi og haldið þar með buddu ríkissjóðs. Þær gengdu því embætti í samtals 1,5 ár, tæplega. Konum fækkaði á þingi í síðustu kosningum og eru núna 38% þingmanna. Í ríkisstjórn sitja fleiri kallar en konur. Seðlabanka Íslands hefur alltaf verið stýrt að kalli og svo framvegis. Fjármál- og viðskiptalífið er líka nánast öllu leyti undir stjórn kalla, þrátt fyrir ýmsar tilraunir til þess að jafna stöðu innan þess. Í september 2013 tóku gildi lög kynjakvóta í stjórnum fyrirtækja á Íslandi. Þau lög hefur verið samþykkt 3 árum áður eða árið 2010 upphaflega. Samkvæmt lögunum ber þeim fyrirtækjum sem eru með yfir 50 starfsmenn eða fleiri að tryggja að hlutfall hvors kyns í stjórnum sé ekki undir 40%. Það var ekkert ástæðulaust að það var ráðist í slíka lagasetningu. Á árinu 2007 var hlutfall kvenna í stjórnum slíkra fyrirtækja 12,7%. Í greinargerð með frumvarpinu, sem þáverandi efnahags- og viðskiptaráðherra lagði fram, sagði að markmið þess væri að stuðla jafnari hlutföllum kvenna og karla í áhrifastöðum og í hlutafélögum og einkahlutafélögum með auknu gagnsæi og greiðara aðgengi að upplýsingum. Þetta markmið hefur aldrei náðst. Fyrst ber að nefna það að hlutfall kvenna í stjórnum stóra fyrirtæki í Íslandi hefur aldrei náð því að verða 40%. Í árslok 2017 var það 32,6%. Síðla árs 2018 birtuð þið félag kvenna í atvinnurekstri niðurstöðu greiningar sem Deloitte vann fyrir ykkur. Það sem sýndi að hlutfall kvenna í framkvæmdastjórnum 100 stærstu fyrirtækja landsins var einungis 26%. Konur voru 10% forstjóra, 19% stjórn á formanna. Samandregið þá benda þessa tölu skýrt til þess að löggjöf kynjakvóta í stjórnum hafi hvorki skilað því að 40% stjórnarmanna í stórum fyrirtækjum séu konur, né að það skili því að mun fleiri konur séu ráðnar til að stýra fjármagni á Íslandi. Kjarninn, fjölmiðillinn sem ég stýri, hefur framkvæmt úttekt af því hvers kyns þeir eru sem stýra fjármagni á Íslandi frá árinu 2014. 7 ár í röð hefur niðurstaðan verið nánast svo sama. Fyrir hverja eina konu sem stýri peningum á Íslandi eru 9 karlar á fleti. Síðasta úttekt sem birt var nú í vor náði til 96 æðstu stjórnenda viðskiptabanka, sparisjóða, lífeyrissjóða, skráðra félaga, óskráðra tryggingafélaga, lánafyrirtækja, verðbréfafyrirtækja og verðbréfamiðlana, framtakssjóða, orkufyrirtækja, rafeyrisfyrirtækja, greiðslustofnana, kaupallar og lánasjóða. Niðurstaðan var sú 84 þeirra eru kallar, 83 eru kallar en 13 eru konur. Konum fjölgar 3 á milli ára en körlunum 4. Hlutfall kvenna á meðal helstu stjórnenda fjármagns á Íslandi fer úr 11,1% í 13,5% milli áranna 2019 og 2020. Þessi hópur sem fellur undir úttektarskilinni sem við setjum okkur stýrir samtals 1000 milljarða króna og velur í hvaða fjárfestingar þeir peningar fara hverju sinni. Frá því að Kjarninn gerði úttekt sína fyrst hefur konunum sem hún nær til fjölgað helming, þær að farið úr 6 í 12. Körlunum hefur hins vegar líka fjölgað og eru núna eins og áður sagði 84. Og hlutfallslega bilið á milli þeirra hefur ekki lækkað sem einu nemur. Ef 16 stærstu einkafjárfestur landsins er einnig taldi með, þá breytist myndin aðeins, körlunum fjölgar upp í 100 en konunum í 16. Hlutfall kvenna fer því upp í 16, hækka því eilítið. Því er ljóst að þó dropa á glerþakið þá verðist langt í að sprungur myndist í því. Peningar eru hreyfiafl í markaðsstýrnu hagkerfi.
Þeir sem stýra þeim búa yfir valdi til að láta hugmyndir verða veruleika og móta áherslur í fjárfestingu. Ef peningum fyrst og síðast stýrt af körlum og til karla, þá verður aldrei jafnræði í samfélaginu. Karlægur hugmyndir fá freka brautagengi, karlar taka áfram ákvarðanir, karlar halda á völdunum. Stærstu fjárfestar á Íslandi eru lífeyrissjóðir. Þeir eru allt leikjandi í viðskiptalífinu. Hrein eign þeirra yfir 5.000 milljarðar króna. Það líklega rúmur þriðjungur af heildarfjármunum sem eru til á Íslandi eins og og spár gera ráð fyrir því árið 2060 fari það hlutfall upp í alltaf 40%. Þeir eiga meiri hluta allra markaskuldabréfa og beint eða óbeint líkast til helming allra skráða hlutabréfa í Kauphöll Íslands. Með öðrum orðum, þá vald lífeyrissjóða gríðarlegt og þar af leiðandi hafa þeir líka mikið vald til breytinga. Nær allir stjórnendur lífeyrissjóða hafi verið karlar, þótt svo jákvæða breyting hafi orðið nýverið að við þeim stærsta tók kona. Lífeyrissjóðakerfið lífað íslenskar verðbréfafyrirtækja og rekstrarfélaga verðbréfasjóða og flestir á þeim markaði hafa þorra tekna sína upp úr því að þjónusta lífeyrissjóði vegna milligöngu í ýmiss konar viðskiptum og verðbréfaviðskiptum. Á annan tug slíkra fyrirtækja eru eftirlitsskyldu hjá fjármálaeftirlitinu, þeim eru öllum stýrt af körlum. Þegar litið yfir starfsmannalistan ljóst að kynjahlutfallið lagast ekki mikið þegar neðari skipuritið komið. Það kemur því ekkert á óvart að forstjórar skráðra fyrirtækja á Íslandi, allir forstjórar skráðra fyrirtækja á Íslandi, séu karlar. Allir. Niðurstaðan skýr, karlar í lífeyrissjóðum, fjárfesta, oft með milligöngu annarra karla í fyrirtæki sem stýrt af körlum. Konur eru helmingur íbúa á Íslandi, rétt tæplega. Það veldur samfélagslegum skaða þegar þær njóta ekki jafnréttis hvað varðar völd, áhrif eða laun. Í ljósi þeirra samþjöppunar sem fylgir umfangi lífeyrissjóða hérlendis þá augljós og fljótleg leið til þess að breyta þessu jafnvægi. Hún felst í því að skapa þrýsting í gegnum lífeyrissjóði þannig að þeir reyni að vinna því að jafna kynjahlutföll á meðal þeirra sem stýra þeim, á meðal þeirra sem starfa við fjárfestingar innan þeirra og meðal þeirra fyrirtæki sem byggja tilveru sína á þóknanatekjum frá lífeyrissjóðum. Það hægt að breyta stöðunni í samfélaginu þannig að lífeyrissjóðir fjárfesti ekki í skráðum fyrirtækjum sem eru ekki með jafnræði á milli kynja í stjórnenda og stjórnunarstöðu og svo framvegis. Þetta mjög gerlegt. Það eina sem þarf til tvennt. Í fyrsta lagi þurfum við að viðurkenna að karlar eru enn með tangarhald á völdum, áhrifum og peningum á Íslandi og við þurfum að vera óhrætt við að segja það uppátt. Og í öðru lagi þurfum við að búa til vilja til þess að breyta því. Karlar eru ekki hæfileikaríkar en konur, þvert á móti. Þeir njóta hins vegar sögulega forréttinda sem hafa fleytt þeim í áhrif á valdastöður og þaðan hafa þeir ekki vilja fara. Þess vegna þarf að ýta þeim til hliðar eða ýta allana við þeim og búa til réttmætt pláss fyrir konur. Takk fyrir. Við bjóðum nú velkomna Herdísi Pálu Pálsdóttur, framkvæmdastjóra rekstrasviðs og mannauðsstjóri Deloitte. Hún flytur okkur erindið Ákvörðun ekkert. Komið sæl og til hamingju með daginn. Við segjum það gjarnar konur sem eru mjög FKA þegar við hittum hver aðra á þessum degi að óska hver annar til hamingju með daginn. Það er alltaf gaman að taka dag til að tala jafnréttismál eins og við eigum kannski að gera alla daga. Og ekki bara fyrir konur, heldur líka fyrir karla og önnur kyn og alla aðra hópa. Jafnrétti skiptir okkur máli og eins og ég segi, þetta er ekki fyrir kynin hvert þeirra fyrir sig, heldur bara fyrir samfélagi allt. Þannig að jafnrétti skiptir máli. Og mér fannst mjög gaman þegar að þessi viðburður var settur á laggirnar og þessi yfirskrift, jafnrétti ákvörðun. Mér fannst þetta mjög flott, mér fannst þetta mjög sterkt og ég hugsa já, þannig erum við að sá einhverjum fræjum og úrverðir einhver gróska. Og þessu segi, mér fannst þetta mjög flott, þetta jafnrétti ákvörðun. En svo fór ég að velta þessu fyrir mér. Erum við ekki alltaf að taka einhverja ákvörðun jafnrétti? Þannig að ég fór að velta þessu fyrir mér. Og í rauninni í mínum huga ákvörðun kannski bara ekki neitt. Nema þá og því aðeins að við setjum þessu ákvörðun í einhverja framkvæmd. Og ég hafði náttúrulega verið vonast til þess að þegar þessi viðburður var settur á laggirnar að við yrðum öll saman í einhvern stórum sal og gætum glaðs saman yfir þessum degi. Þannig að ég hafði nú séð það fyrir mér að við myndum öll bara segja þetta í kór saman. En þið gerir það kannski bara hvert og eitt við skjáinn þar sem eru stödd.
ákvörðun ekkert ef hún ekki sett í framkvæmd. Þannig ef við höldum áfram og veltum fyrir okkur tölum, það er búið að koma hérna svona tölur og Þórður hérna undan mér áðan, að sko auðvitað á maður alltaf að fagna þegar tölur fara í rétta átt, en mann myndi nú kannski mjög gjarnan vilja sjá þess að tölur fara eitthvað hraðar í rétta átt og myndir sem á skjánu núna náttúrulega þarna sjáum við ekki allan ásinn, þannig við værum með þetta alveg upp í 40 eða 60%, þá sjáum við að það ansi langt í land. Þannig að jú, fögnum því sem að miðar, en ég tek undir með Hermanni hérna á það, látum þetta kannski gerast örlítið hraðar. Og það sama hvort við erum að horfa á kynjahlutföll kvenna í stjórnum og framkvæmdastjórnum eins og þarna að skjánum, en það allskis önnur tölfræði til. Og það til tölfræði launajafnrétti, það til tölfræði það hvernig kynin fara ólíkt að taka fæðingarorlof. Og þetta allt tölur sem við þurfum að skoða og velta fyrir okkur og halda áfram að taka ákvarðanir og koma þeim í framkvæmd. En þegar ég var að undirbúa þetta erindi og velta þessum hlutum öllu saman fyrir mér, þá fann ég gamla frétt, eða gamla áni frá 2015, þar sem verið að tala ábyrgð kynjanna á heimilistörfum og það búið að koma þess inn á þetta undan mér áðan. Og þar var svolítið, var verið að vitna í sem var nýlega á þeim tíma rannsókn að karlar væri svona meira til aðstoðar í heimilistörfunum. Greinilega báru ekki ábyrgð á þeim, en voru svona til aðstoðar. Og mér fannst þetta athyglisvert og hlustaði líka þetta sama erind og Hermann vitnaði í áðan hjá Dr. Ólöfu og það sem var að vera að tala að konur kannski bara væri ekki til í að gefa þetta eftir. Ég persónlega rannsóknirnar segja þetta, mér finnst þetta mjög sérstakt. Ég allavega hef spurt konur í kringum mig og við fögnuðum mjög að hleypa öðrum að heimilistörfunum með okkur, þannig að ég veit ekki hvort að þetta sé svona rétt, en það er líka þetta með að þegar við horfum á hvernig karlar taka fæðingarorlof og það var talað það á þessum fundi þarna daginn að karlar væri ekki jafn viljugir konur til að nýta sér fjölskyldustefnu sinni vinnustaða. Ég held einhvern veginn að þeim fer allan fjölgandi, skulum við segja. Ég trúi því að þeim fari fjölgandi þeim köllum sem vilja nýta sér fjölskyldustefnu sinni vinnustaða. Og svo var líka talað þarna að karlar veldu sér bara gerðan þægilegri maka. Og það var að tala svona ástarkraft kvenna, þannig að karlar sem komast í stjórnendastöður, þeir eru allir svo þægilegar eiginkonur. Þið kannski heyrið að skína þessi gegn að ég að tala þetta af svona smávegis kaltæðni, en þetta allavega eitthvað svona sem við myndum mjög gjarnan vilja sjá breytast. En veltum það fyrir okkur og eitt af því sem ég beðum að komast inn á, eitthvað sem að gerast núna með COVID, Tómas er nú þreyttur á að tala það, eitthvað sem að gerast í tengslum við COVID sem getur mögulega flýtt þessu. Og það hafa komið fram allskins fullyrðingar því tengt, en það eru svo sem ekki allir sammála og enda ekki kannski komið nægilega reynsla til þess að geta byrt einhverjar mjög svona góðar rannsóknir það. En skoðum þetta aðeins, og það er búið að byrtast fullt af greinum innlendum og erlendum og tók ég eina úr New York Times frá því vor, þegar sem var reynda vitnað í mæður, en ég heldur reynda þetta eigi alveg feður líka, að það hafa heldur flestir vita það lengi, að það er alveg hægt að vinna heiman. En það sem kannski vandamálið í þessu, að það er svo mikil áherslu oft á að fólk sé sýnilegt á vinnustæðinum og fólk sem meti svolítið út frá því að það sé sýnilegt á vinnustæðinum. Og hvað er það að gera fyrir okkur? Og skoðum það svo eftir aðeins út frá stjórnunaraðferðum. En það hefur líka sýnt sig að karlar geta unnið heima, eins og ég sagði áðan, feður og karlar, og meira þess að loka sig inn og tekið fjarfundi bara úr þvottahúsinu heima hjá sér. Karlar geta þetta alveg eins og konur. Og mynda forstjóra Alphabet sem móðurfélag Google, hann að vinna heima, og forstjóri Pfizer sem nú aldeilis í sviðsljósunum þessu dagana með bóluefnið. Og þetta sýnir sig að það er hægt að vinna ábyrgðarmikil störf að heiman. Og ástæðan fyrir að tala þetta núna vegna þess að það hefur sýnt sig að það sem ef ég fæ að sletta þessi FaceTime, að fólk þurfa alltaf að vera sýnilegt á vinnustæðinum, kemur verð niður að konum en körlum. Þannig að ef að það sem að þarna var undan hjá mér, að karlar væri mögulega að taka meiri þátt í heimilistörfum og barnuppeldi öðru á COVID-tímum, að þá ætli rétt að vona að við förum ekki tilbaka, því ég held að körlum langi það ekkert heldur. Þannig að notum þetta, þennan lærdóm sem við erum að draga í COVID til þess að sjá hvað við getum náð góðum árangri þannig, skila vinnun okkur þó við sem heima, því að þessi FaceTime eða sýnileika vinnustað, hann ekkert endilega að skila jafn miklu margir halda. En mun COVID þá koma okkur á einhverja betri braut,
veltum því fyrir okkur. Já, auðvitað vill ég trúa því. Ég, eins og fleiri, bjartsýnis manneskja og ég held að COVID geti mögulega verið svona eitthvað jafnóðar nú leiðilegt. Það hafi nú verið eitthvað sem gaf okkur smá spark í rassinn. En þetta snýst auðvitað að vera tilbúin til þess að breyta og tileinka sér nýja hugsun og nýjar hugmyndir. Því kannski þetta bara spurningu vilja og viðhorf og örlítinn kjark. Því ef einhver svona fastur í einhverjum svona gömlum aðferðum og búin að tala mjög mikið fyrir þessum sýnileika og allir þurfa að vera á staðnum, þá getur þetta þurft kjark til að segja, herði, ég er bara búin að fatta það núna, kannski er þetta ekki svona nauðsynlegt. Þannig einhverju þurfa kannski bústa hjá sér kjarkin aðeins. Þannig ég vil trúa því að lykillinn að þessu líka sé mögulega að við skoðum nýjar stjórnunaraðferðir. Ég held að viðveran skipti ekki svona miklu máli. Og við förum meira að huga því hvernig við mælum afköst eða virði eða output frekar heldur viðverutíma. Og þannig kannski komið eitthvað sem við þurfum að skoða sem lykil að jafnrétti. Það er að segja að minnka þessa kröfur sýnileika á vinnustafnum og fara að mæla árangur starfa á einhvern nýjan hátt. Jú, ég tek undir með Hermanni, það þarf bara næsta ráðning og þar næsta og svo framvegis. En skoðum líka eitt að ráða inn eins og hvað gerum við eftir að fólki komi inn á vinnustafinn. Og þessi vinnustafin menning og þetta vera mættur fyrstur og fara síðastur heim og svo framvegis. Þú veist, það er 2020, þetta ekki bara orðið ágætt? Ég held að þetta sé ekki það sem fólk er að leita að verja öllum sínum vökutíma í vinnunni. Þannig að við þurfum að nálgast þetta og mögulega skoða þetta sem lykil að jafnréttinu. Og hérna er ég að vitna, ég fann þessa mynd frá ástralskri svona jafnréttisstofu sem er að tala um það að aðgangur fólks að sveigjanlegu vinnuumhverfi getur bætt bara velsæld fólks, starfsmanna og bara fólks í samfélaginu og með því að fjölga konum í stjórnendastöðum þá erum við að bæta þetta jafnvægi vinnu og einkalífs og þetta hefur bara áhrif á samfélagið okkar allt. Þannig það eru allir sem græða. Þannig að eins og ég sagði upp að þetta er ekki bara spurning konur er að kalla, það eru allir að græða á því að við gerum samfélagið okkar betra. Og nú ætlum ég vona ég að gera ykkur smá peppu fyrir þessu. En ég ætla að vitna hérna aðeins í rannsókn frá Deloitte. Þetta er rannsókn sem er gerð meðal ungs fólks á vinnumarkaði eða svona aldamótakynslóðinni og setakynslóðinni. Og þau segja það að þessir hópar að þeir bæði eru tilbúin til að beina frekara viðskiptum sínum til fyrirtækja og stofnana sem að hafa jákvæð áhrif á þróun samfélagsins. Jafn mikið þau eru tilbúin til að beina viðskiptum sínum frá slíkum aðilum sem ekki gera það. Þannig ef við erum að hugsa að auka tekjur eða frá fleiri viðskiptavinni, þá er þetta að bæta samfélagið er lykill þar. Og það er sama með að hugsa þetta sem vinnustað, fólk velur sér líka vinnustað út frá þessu. Við hjá Deloitte, við fengum viðurkenningu jafnvægisvorunar í 2019, höfum lengi verið með jafnlaunavottun, löngu þannig að það var meira þess að koma í lög og orðin eitthvað kraf um það. Þá var Deloitte byrjað að taka út í launasetningu hjá sér og hugað jafnlaunamálum, þannig að þetta er ekkert nýtt fyrir okkur. Það er kannski nýtt fyrir okkur núna að forstjórinn okkar, hann er núna heima í fæðingarorlofi með barn númer 5 og 6, eignaðist tvíbur daginn og til hamingju með það Þorsteinn enn og aftur. En hann er held ég svona þessi framtíðar leiðtogi og hefur þessa sýn að jafnrétti skipti máli og hann var náttúrulega fyrir vonbrigðum þessar tölur sem hafa verið komið út upp á síðkastið. Þannig ég held að Þorsteinn muni allan að hjálpa Deloitte með að breyta þessu og vonandi hefur við þá einhver smitáhrif líka. Og við erum að skoða allskyns tölur innendari hjá okkur. Við erum að vinna mikið með Deloitte á Norðurlöndunum og höfum sett þar svona ákveðna sameiginlega mælikvarða með þeim. En við erum líka að skoða alls konar þætti bara innendari hjá okkur og einmitt ekki síst þetta með hvernig kynin taka ólíkt fæðingarorlof. Það er held ég svolítið mikill lykill að þessu öllu saman. En þannig ég ætla svona kannski núna bara í lokina að varpa því bara til ykkar. Sko, hvað hefði mætt að marga svona fundi eins og þennan sem við erum á núna, 1 mörgum mínútum og klukkutímum í að ræða jafnrétti? Hugsið nú bara hver fyrir sig. Jú, ég áttum að því að orðið til alls fyrst, en sko, hvað hefur við svo tekið margar ákvarðanir? Eftir alla þessar umræður, þá tökum við alls konar ákvarðanir. En hvað hefur við sett margar aðeim í framkvæmd? Og ég bið hvern og einn bara að hugsa það fyrir sig. Og svo bara klappið ykkur á bakið og verið stolt af því sem hefur þegar gert í að vinna auknu jafnrétti, en hugið líka því hvað þið ætlum mögulega að gera til viðbótar eftir þennan fund okkar hér í dag. Og svo held ég kannski bara í lokin að þá endum við á því að segja bara öll í kór, hver og einn við sinn skjá, ákvörðun er ekkert ef hún er ekki sett í framkvæmd. Gangi ykkur vel og takk fyrir mig. Fjölbreytni í teymum félagsins skiptir mjög miklu máli. Það eykur frjóa hugsun, örvar nýsköpun
og verður alltaf hvati til góðra verka. Eitt af því sem að við sjáum sem þessi fjölbreytileiki gerir okkur auðveldara fyrir er að ég sjálfur hef mikla trú á svona því að leiðtogar búi yfir ákveðinu svona tilfinningagreind. Það er eitt að vera velmenntaður og með allt sitt á hreinu þegar kemur að verkefninu og svo er það hitt bara svolítið einhvern veginn að ná í sína eigin tilfinningagreind til þess að geta nýtt hana bara til þess að leiða fólkið sitt áfram. Ég hef sjálfur lært alveg óbúslega mikið bara á sjálfa mig og ég hef fengið óbúslega mikla þekkingu og svona lærdóm frá einmitt þessum stjórnendum í kringum mig, hvort sem það eru karlar, konur, yngri eða eldri, en eftir að hlutfall kvenna jókst í okkar stjórnendahópi að þá var þetta svona auðveldara og maður fór að sjá einhvern veginn skýrara hvernig maður sjálfur gat einhvern veginn svona seilst inn á við, aðeins fellt múrin sem miðaldri hvíti karlmaðurinn og ég finn það að þetta skipti bara miklu máli fyrir bæði fyrirtækið og fólki sem ég er að vinna með. Þá er komið að Þorsteini Vaff Einarsinni, kynjafræðing og umsjónaraðila samfélagsmiðlisins Karlmennskan. Hann flytur okkur erindið Karlmennska í vegi fyrir kynjajafnrétti. Við bjóðum Þorstein velkominn úr skjáinn. Já, takk hérlega fyrir. Takk fyrir að bjóða mér að vera með. Ég er feministi, en ég hef ekki alltaf verið feministi. Ég sé núna samfélagsmiðlinn Karlmennskan þar sem ég skoða karlmennsku og hvað það þýðir að vera alvöru maður í femínísku ljósi. Eins og ég sagði, ég hef ekkert alltaf verið feministi. Ég kannski skilgreinst frekar sem fyrrverandi karlremba og talast stundum mig í dag sem karlremba í bata. Það var í rauninni ekki fyrr en mér tókst einhvern veginn að heyra í fyrsta skipti það sem að eina femíníska vinkona mín á þeim tíma hafði oft talað við mig þegar að ákveðin atburður í mínu lífi gerðist að við áttum samtal femínisma og karlmennsku sem fékk mig fyrsta skipti til þess að sjá og skilja einhverju leyti hvað femínismi snerist. Síðan fór ég að læra femínisma bæði bara í gegnum samtölin síðan formlega í Háskóla Íslands í kynjafræðinni og hef síðan verið svona að ég var að segja augra viðteknum eða ráðandi hugmyndum karlmennsku hvað þýðir að vera alvöru maður í þessu samfélagi. Þannig að mitt svona sjónarhorn á þetta í dag er kannski út frá öðru sjónarmið heldur en þau sem hafa komið undan mér. Ég er dálítið að fókusa á þetta einstaklingsbundna og spyr í mínu erindi hvort að karlmennska komi í veg fyrir jafnrétti, að kunna gera það einhverju leyti. Og þegar ég segi karlmennska, að þá er ég að meina það sem að einkennir karla í okkar samfélagi og eða þessi ráðandi viðmið sem að hegðun og viðhorf sem teljast eftirsóknarverð á meðal karla í okkar samfélagi. Og þegar ég tala ójafnrétti þá tek ég undir með forsætisráðherra og þeim sem að hafa talað hérna að við sjáum, þrátt fyrir að vera best í heimi í jafnrétti, þá sjáum við að það er ójafnrétti víða. Við erum með mjög kynbundin vinnumarkað, við erum með kynbundin launamun, við erum með kynbundið ofbeldi, veruleikinn okkar er kynbundin, þannig að kyn er einhvern veginn grundvallarstærð og við sjáum hvernig konur virðast einhvern veginn, hvernig þetta bitnar á konum og við sjáum það líka að konur eru oft dæmdar á útliti sínu, á hvernig þær koma fram, að þær eru of sexy eða þær eru ekki nógu sexy, þær eru ekki nógu þóknanlegar einhvern veginn. Þetta er hluti af þessu ójafnrétti sem ég er að tala sem að, til að svara spurningunni strax, hvort að karlmennskan hafi eitthvað með þetta að gera, ég tel að karlmennska eigi þátt í að skapa þetta ójafnrétti sem við búum við og þetta er einn vandinn, þetta er einn angi. Við tölum mörg einhverja lausnir og við þurfum bara að gera þetta svona. Við þurfum að gera þetta á alls konar hátt. Og hérna ætla ég að tala fyrir einni lausn. Til þess að færa ítarlegri rök fyrir því hvers vegna ég segja karlmennska komi í veg fyrir jafnrétti. Ég þyrfti í raun að tala kynjakerfi, ég þyrfti að tala hvernig körlum og konum er einhvern veginn skipt í tvennt líkt og þau séu líffræðilegt andstæðu par með meðfædda fasta eiginleika og þess vegna sé veruleikinn eins og hann er. Ég þyrfti að fara eins og í þetta, ég þyrfti að tala valdatengsl, ég þyrfti að tala hvernig leikreglur kynjakerfisins eru mótaðar og formfestast í kvenleika og karlmennsku hugmyndum sem við tökum upp jafnvel ómeðvitað og leikum einhvers konar hlutverk sem að okkur er ætlað eða okkur er gefið og við sjáum líka eitt dæmi þessi valdatengsl.
bara svona eitt dæmi að hvað gerist þegar að kall stígur inn í kvenleikan. Hann verður á atlægi, hann einhvern veginn niðurlægður eins og það sé eitthvað niðurlægjandi að stíga inn í kvenleikan. Þetta eitt dæmi valdatengslin. Við þyrftum að tala heterosexisma sem að gegnsýrir samfélag okkar og stofnanir og jafnvel menntastofnanir. Við þyrftum að tala hvernig það virðist vera gjaldfelling á virði karlkyns einstaklinga að vera talin samkynhneigður. Við höfum alls konar frasa, einhvers konar grín frasa samkynhneigða kalla. Þetta homofóbía, heterosexismi. Við þurfum að fara nánar inn í þetta og hvernig þetta skapar valdatengsl og karlmennsku hugmyndir. Við þyrftum að tala margþætta mismunun sem hefur verið dálítið hávær núna og hvernig kynjakerfið og karlmennsku hugmyndir eru samtengdar öðrum valdakerfum og hvernig það skiptir máli í samhengi við jafnrétti. Við þyrftum líka, eins og hefur verið komið inn á, að tala karlasamstöðuna, hvernig, ég á að segja valdamiklir kallar, hvernig sumir kallar geta virkað eins og tonnatak á glerþakið sem við erum einhvern veginn að reyna að vinna með, geta komið í veg fyrir nauðsynlegar breytingar í okkar samfélagi. Við þurfum að horfast í augu við þetta eins og hefur verið komið fram hér í dag. En það sem að mig langar að tala hvað við sem einstaklingar getum gert. Mér langar að fara kannski aðeins aftar heldur en þeir sem koma undan mér og tala þetta hugmyndakerfi sem hefur áhrif á sjálfsmyndin okkar og hvernig við högum okkur. Og þar skiptir höfuðmáli forréttindin. Að við séum tilbúin til þess að horfast í augu við þau forréttindi sem við búum yfir. Og það oft óþægilegt að horfast í augu við þessi forréttindi sem ég til dæmis bý við eingöngu fyrir það að vera hvítur, gagnkynhneigður karlmaður. Og hér ljósmynd að mér takandi við styrki úr jafnréttissjóði sem hluti af þessum forréttindum sem ég hef. Og ég algjörlega líka á því að það ekki bara kallar það ekki allir kallar sem búa við forréttindi umfram allar konur. Það fullmikil einföldun. Það ekki þannig. Það hallar alveg á suma karlkyns einstaklinga og jafnvel í skjóli ráðandi hugmynda til dæmis karlmennsku og foreldrahlutverkið og svo framvegis. Þannig að ég haldi því til haga. En aftur af forréttindunum, af því að það fernt sem að mig langar til þess að miðla hér, nýta þennan vettvang til þess að miðla til þeirra kalla, til þeirra valdamiklu kalla, til þeirra karlkyns einstaklinga sem að hafa áhuga á að vinna að jafnrétti, að styðja við jafnrétti. Og ég tel að við getum gert það sem einstaklingar, af því að við sem einstaklingar við mótum samfélagið okkar. Þannig að ég hef bullandi trú á einstaklingsframtakinu að sumuleyti í þessu samhengi. Ef við tökum okkur nógu margir saman að breyta þessu kerfi, þessari ráðandi íhaldssömu karlmennsku hugmynd, ég tel að við getum nefnilega skapað jákvæða karlmennsku og stutt með því í leiðinni jafnrétti. Og ein leiðin að því að við hlustum. Að við hlustum á konur, að við tökum mark á konum, að við tökum mark á reynslu heimi sem hefur verið reynt að lýsa fyrir okkur köllum, forréttinda, fyrtu köllunum í áratugi. Að við hlustum og við tökum mark á þessum reynslu heimi. Að við tölum saman, ef við erum tilbúin til þess að hlusta, og nú hef ég örlitla reynslu af því að vinna á samfélagsmiðlum og reyna að fá kalla eins og mig, eða kalla eins og ég var, til þess að reyna að hlusta, að það stundum erfitt, en ef okkur tekst að hlusta eftir merkingunni, hlusta eftir inntækinu, að þá getum við átt einhvers konar samtal. Og ég held að það sé mjög nauðsynlegt að við eigum samtal, bæði við sem erum feministar við hvert annað og feministar ekki við feminista og fólk sem bara á móti jafnrétti, fólk sem trúir því að við höfum náð jafnrétti á Íslandi, að við eigum einhvers konar samtal og sumir okkar gætu jafnvel bara byrja á því að eiga samtali heima hjá sér. Jafnrétti heima hjá mér? Það gæti orðið dálítið óþægilegt, en við þurfum að horfast í augu við óþægilega hluti ef við ætlum að vinna að jafnrétti og skapa jákvæða karlmennsku ráðandi sess. Við þurfum nefnilega að læra líka. Minn reynslu heimur, hann hefur aldrei mismunað mér í rauninni. Ég hef aldrei búið við einhverja kerfisbundnar hindranir, bara þvert á móti. Ég hef þurft að læra alla þessa hluti. Því miður, það kannski sorglegt, en ég þurft að læra og ég held að við ansi margir gætum lært karlmennsku hugmyndir, valdakerfi, margþætta mismunun og svo framvegis. Ég held að það myndi gera okkur ansi gott ef við myndum læra þessa hluti, læra forréttindin okkar líka. Hvað eru forréttindi? Og að lokum,
sem kannski mitt uppáhald, það að við ögrum karlmennsku hugmyndunum, að við ögrum þessum ráðandi karlmennsku hugmyndum sem eru að stýra okkur og stjórna okkur. Ögra birtingamyndum ójafnréttisins í hegðun og breytni karlkyns einstaklinga. Ég held að það eigi að vera hlutverk karla í jafnréttisbaráttunni að gera aðra karla ábyrga og að ögra sínum eigin fordómum og forhugmyndum hvernig alvöru karlar eigi að vera. Ég held að það sé eitthvað sem við getum gert, karlar, forréttindafullir karlar eins og ég getum gert þetta og ég algjörlega sannfærður að ef við gerum þetta kerfisbundið að þá munum við geta stutt við jafnréttisbaráttuna og við getum, hoggið í sprungur glerþaksins og feðraveldisins með konum sem hafa barist síðustu áratugi. Gangi okkur vel, takk fyrir mig. Við bjóðum næst velkomna Dr. Þórönnu Jónsdóttur, stjórnendaráðgjafa og flytur hún okkur erindið Breytum heiminum, jöfnum stöðuna. Komið þið sæl. Gaman að vera með ykkur hérna í dag. Og við erum hérna samankomin til að breyta heiminum og við ætlum að jafna stöðuna. Hafið þið ykkur tíman pælti hvað þið myndi gera ef þið réðuð öllu? Hugsað, ef ég réðu öllu, hverju myndi ég þá breyta? Ég nefnilega hef hugsað þetta svolítið og átt mér einn draum. Ef ég réðu öllu, þá myndi ég fá fleiri karla í kennarastöðum. Því ég held að það skiptir máli. En svo hugsa maður með sérbituna við Þórunn, hvað þetta að hugsa? Ef þú réður öllu, ættir þá ekki frekar að fara að hugsa að draga úr ofbeldi, eða fátækt, hungri, stríði í heiminum, breyta í alvörinu til að gera heiminn betri? Það væri verðugt verkefni, ekki satt? Og ég held að það sé alveg leiðir til þess. Ég held að meðal annars séu leiðina til þess að breyta heiminum á bætan, að fjölga konum í stjórnunar- og ábyrgðarstöðum, í leiðtogastöðum, í þjóðfélögum og samfélögum, að því ég held að það kalli á og búi til heilbrigðara samtal hvernig hlutinir eiga að vera og þannig held ég við getum tekist á við ýmsar ógnanir eins og fátækt, hungur, stríð, ofbeldi og svo framvegis. Þannig að ég alla daga vil fá fleiri konur í stjórnendastöðu og ég vil bæði konur og karla á þessum stöðum til þess að við getum átt samtal og samstarf lausnir sem sannarlega eru aðkallandi. Og ég hvet konur að sjálfsögðu. En ég ætla að halda mig við fyrri draum. Ég ætla að halda mig við það að óska þess að fleiri karla væri í kennarastöðum. Og það eru í rauninni 2 ástæður fyrir þessari óskminni. Í fyrsta lagi að það trúi ég því að kennarastarfið að vinna með börnum á ýmsum aldri á þeirra mótunar árum sé það valdamesta hlutverk sem hægt að hugsa sér. Að hafa áhrif á framtíðina. Á ungu kynslunum sem áttur að byggja upp samfélögin okkar, heiminn okkar, búa á jörðun okkar, það er eitt af mikilvægasta sem hægt að gera. Og því fylgir ábyrgð og því fylgja völd. Og ég vil að börnun okkar hafi fyrirmyndir að báðum kynjum. Mér finnst það mikilvægt. En hin ástæðan er svo að mér langar til að storka viðteknum venjum, rótgrónum hefðum sem að gera það að verkum að við erum með skekkju í samfélaginu okkar. Og við getum ekki breytt heiminum og jafna stöðuna nema við ráðumst að þessum þáttum. Ég vil nefnilega að við seilumst lengra, gröfum dýpra. Mér langar til þess að við förum inn að rótum og skerum upp herur gagnvart þessum rótgrónu viðhorfum, meðal annars því viðhorfi að það sem konur gera þykir minna merkilegt heldur en það sem karlar gera. Svo litið erfitt að horfast í augu við og ég myndi spyrja einhvern út á götu, finnst þér það sem konur gera minna merkilegt heldur en það sem karlar gera? Þá myndu flesti segja, hei, nei, auðvitað ekki, auðvitað er þetta jafn mikilvægt og nei, ég er ekki þeirra skoðunar. En ég held að með meðvitum hætti að þá sé þetta engu að síður samfélagslegt viðhorf sem okkar samfélag eins og svo mörg önnur býr við enn þann dag í dag. Tökum dæmi. Í langan tíma og sem betur fer, þá hafa stúlkur og ungar konur verið hvattar til þess að hasta sér völl í karlagerum. Karllægum geirum, stjórnunastöður, stjórnmál, tæknigeirar hafa verið áberandi. Þær mæta vissulega sínum áskorunum í þessari vegferð
komast inn í karla heiminn, olbæða sig áfram og finna út hvernig hlutinni virka hérna og vera tekið mark á, það sé tekið mark á manni. Það vissulega áskorun sem þessar stúlkur og ungu konur standa frammi fyrir. En í aðra röndina að þá fá það líka heilmikla hvatningu. Samfélagið, nærumhverfið, fjölskyldan, vinurnar segja, áfram stelpa, vel gert. Já, það er komin tími til þess að ráðast á sig karla við. Við þurfum fleiri konur í stjórnendastöður, fleiri konur í tækni. Og ég tek undir það heilshugar. Þær fá þessa hvatningu samfélagum, það er vel, en engu að síður mæta þær áskorun. Hvað gerist hins vegar þegar að strákur eða ungur maður velur að fara í kvenlægan geir? Velur sér kennarastarfið, hjúkrunastarf, þroskaþjálfa, umönnun aldrara, þá er ekki það saman på tenningum. Samfélagsviðmóti sem að sá ungi einstaklingu mætir er svo litið annað. Ég held að viðkomandi geta ákunnuleiti mætt sömu áskorunum og konur sem farin í karlageira. Það er áskorun að vera öðruvísi eintak, vera ekki eins og normið í þessum geirum. En það er ekki síður áskorun að fá ekki eins mikinn stuðning frá samfélaginu. Nú, strákar ætlar að gera þetta. Ok. Ekki sama hvatningin og það er umhugsunarefni. Ég vil nefnilega að við rífum upp svona rætur. Ég vil að við rífum upp þessar rætur vegna þess að við þurfum á fjölbreyttu fólki að halda í alls konar störf. Og til þess að við getum gert það, þá þurfum við sögur, fyrirmyndir og ísbrjóta. Hér er einn. Þetta eru ég og pabbi 1970 eitthvað, með litla bróður í vagninum. Pabbi var kennari næstu í 50 ár. Yfirleitt einn eða einna mjög fáum, en hann stóð vaktina, breytti mjög miklu fyrir mjög marga. Og þeir eru fleiri en því miður allt og fáir. Svo er hérna Atli. Ég þekkti Atli ekki neitt fyrir en ég bara hafði samband við hann og bað maður fá að deila þessu innslagins á þessari ráðstefnu og hann tók sannarlega vel í það. Atli er einn af fáum karlkyns hjúkrunarfræðingum á Íslandi og hér er hann að vekja athygli á því í færslu að einungis 1% starfandi hjúkrunarfræðingar eru karlkyns. 1%, það er svakalega lítið. Og hann er líka að vekja athygli á því, eins og stendur hérna í textanum, samfélagið þarf að fara að viðurkenna að strákar geti sýnt umhyggju, sett sig í spor annara, sýnt tilfinningar og hjálpað öðrum. Samfélagið þarf að fara að viðurkenna, það er löngu tímabært. Og þessar leiðir eiga að standa strákum opnum eins og stelpum. Hann vil fá fleiri stráku, ég tek undir með Atla, sannköllu fyrirmynd og ísbrjótur. Og skoðum eitt í viðbót. Karlkyns starfsmenn leikskóla frá því í lok síðustu aldar, frá því 1998. Jákvæð þróun, þetta er flott, ekki svo slæmt, þeir eru næstu orðnir 500. Þróun er rétt að 8 síðustu 20 árum, en ef við horfum á, þarna sjáum við litlu bláu punktana, það er hlutfall karla á móti konum, þeir eru komnir upp í 7,5%. Það er betra heldur en hjúkrunarfræðistéttin. En teljum þetta nógu gott? Viljum ekki seilast lengra? Ætlum við í alvöru að breyta? Ég held að við breytum ekki fyrr en að við getum farið að tala að það sem konur gera eða hafa gert í hefðbundnum skilningi er jafn merkilegt að það sem karlar gera. Og nú getur ykkur staldra við að hugsa, ertu að segja þá að til þess að það sem konur hafa gert í fortíðinni verði nægilega merkilegt að þau þurfa karlar að koma inn til að leiðrétta stöðuna? Ekkert endilega. Ég er bara að segja að við þurfum alls konar fólk í alls konar störf og við þurfum almennari virðingu fyrir öllum störfum. Ef við ætlum að breyta samfélaginu, jafna stöðuna, bæta heiminn, þá verðum við að komast þangað með öllum ráðum sem við höfum. Ég held nefnilega betri heimur, í honum felst val starfsvettvang, bæði fyrir stelpur og stráka. Ég held að í honum felist betra samtal vegna þess að við erum að taka bæði stráka, stelpur, fólk á öllum aldri, fólk af ólíkum uppruna, fólk með alls konar skoðanir, þannig náum við heilbrigðara samtali, þannig fáum við betri lausnir. Ég vil fá alls konar fólk í alls konar störf og ég vil fá virðingu fyrir öllum störfum. Ég hvet á hverjum einasta degi og hef gert lengi og alla tíð stelpur sem að hasla sér völl í karlageirunum. Hérna eru stelpurnar mínar, dóttir mín og tengdadætur 2 sem hafa ákveðið að velja sér starfsvettvang í típisku karlageira, hafa tekið áskorunum að fara í tæknigeirana og gera það að glæsibrag, þannig ég hvetar og er stolt af þeim alla daga. Ég er líka stolt af sonum mínum 2 sem standa við bakið á sínum konum
völdu sér reyndar hefðbundnari starfsvettvang í tæknigeiranum líka, en þeir eru í sameiningu að byggja framtíðarsamfélag. En 5 mín í dag fer á þennan hérna. Tengdasoninn sem starfsmaður Hjallaleikskóla þar fyrirmynd 17 5 ára stráka, styrkir þá og eflir, tekur samtalið og að brjóta ís og taka þátt í það að búa til fjölbreyttara samfélag þar sem að leiðir eru færar fyrir fólk af öllum kynjum, við fáum aukna fjölbreytni og betra samtal. Þannig ég vil að þið komi með mér í það að ganga lengra. Ég vil að þið komi með mér í drauminn að fjölga körlum í kennarastöðum og líka drauminn að fjölga konum í áhrifastöðum og að auka fjölbreytni almennt. Ég held að við getum öll gert eitthvað. Hvert þitt skref? Það að hvetja strákin áfram? Eða stelpuna? Eða þann sem að finnst hann ekki vera á réttum stað, réttu samhengi? Hvað ætlar að gera? Ætlar að næsta ráða eitthvað í starf sem óhefðbundin? Prófa það, taka áskoruninni, leggja þitt að mörgum. Ég held að við eigum að ganga lengra, við eigum öll að stíga þau skref sem við getum. Ég skora á ykkur vegna þess að ég held að við viljum breyta heiminum og jafna stöðuna. Það var uppleggið mitt hér í dag, en ég held líka að ef við jöfnum stöðuna, þá breytum við heiminum. Ég ásamt samstarfskonu minni, hún Auður Tinna Aðalbjarnardóttir, gerðum nýlega rannsókn eða svona fyrir rúmlega ári síðan. Það sem einmitt var farið yfir þessa helstu áskoranir. Það í rannsókninu var sýnt fram á því að hátt hlutfall þeirra sem tóku þátt í könnuninni voru með háskólamenntun. Til dæmis voru 88% voru með háskólamenntun og þá 49% með fleiri en 1 háskólagráður. Svo í öðru lagi að skortur á íslensku kunnáttu hindrandi en útskýrir hins vegar ekki alla synjanir til dæmis störf innan ráðuneytanna eða hjá hinum opinbera. Og í þriðja lagi að það virðist lítið svo á að góð aðgengi að íslenskum atvinnumarkaði sé jafnað við góð aðlögun. Og svo sýndi rannsóknin það að það sé mikil þörf á sértækum aðgerðum og jafnréttisstefnu sem tekur þá mið af innflytjendum. Og með innleiðingu mismununa tilskipana með lögum númer 86 og 85 frá 2018 hafa stjórnvöld nú heimild til að grípa til sértækra tímabundna ráðstafana eða aðgerða til að auka þá við ráðningu til dæmis innan stjórnsýslunar. Svo sjáum við í gegnum rannsókninni að það skortur og samræmdir málsmeðferð varðandi viðurkenningu og menntun og mjög ströng krafa sambærileika menntun erlendis frá. Kannski svona í síðasta lagi að benda á það að aðlögun á íslensku atvinnumarkaði litið á í tilfelli innflytjenda sem velferðarmál en ekki jafnréttismál. Við þurfum núna kannski svona þróa þessi umræða aðeins áfram. Það að segja að það liggur nú fyrir upplýsingar helstu áskoranir og þá komið að því að við framkvæmum eða grípa til aðgerða til þess að breyta þessari stöðu ef við ætlum að bæta stöðu kvenna af erlendum uppruna þá í íslenskum atvinnulífi. Það mjög ánægjulegt að þessi samtök FKA sé að brúa bilið til dæmis með deildinni nýjir Íslendingar FKA og styðja þannig við fjölbreytileika þá innan samtakana. Það margs konar ávinningur sem hlýst af því að konur eða jafna stöðu kynja og þar með taka tillit til fjölbreytileika í þeim efnum. Þar sem að í fyrsta lagi það oftast talað representation, hvað það getur skipt máli eða sýnileiki og þannig mjög mikilvægt að konur af erlendum uppruna sé sýnilegar í íslensku atvinnulífi og þá í samfélagi.
að þetta náttúrulega oftast hvatning þá fyrir aðra konur sem vilja sjálfar komast í atvinnulífi, hvort sem sem sjálfstæði atvinnurekendur eða í ábyrgðarstöðu innan íslenska fyrirtækja. Ég mjög hrifin af quote frá henni Marianne Wright Edelman sem bandarískur aktivisti, en þar segir hún "You can't be what you can't see", eða þú getur ekki verið það sem þú sjá ekki, eða þú sér ekki, og það á nákvæmlega við kannski í tilfelli kvenna af erlendum uppruna á Íslandi. Ef að sem sagt það sem við sjáum í fjölmiðla kannski svona fórnarlamba eða konum í vanda og sjá ekki sterkar konur sem að gera góða hluti í samfélaginu bara í heild og líka í íslensku atvinnulífi, það náttúrulega getur ekki haft það áhrif, eða það mun ekki hafa það áhrif að hvetja aðra konur til þess að hugsa að ef að þær geta þá get ég gert það líka. Fjölbreytileika þá náttúrulega koma að sjálfsögðu nýjar hugmyndir og leiðir til þess að gera hlutina, og það hefur sem sagt sýnt það, náttúrulega rannsókn hafa sýnt það að með fjölbreytileika það skila sér líka beint í tekjur fyrirtækja, tekjuöflun fyrirtækja. Það mikilvægt að fagna árangri og Jafnvægisvogin veitir í þeim tilgangi árlega viðurkenningar til þeirra þáttakenda sem hafa náð markmiðum Jafnvægisvogarinnar að bæði kyn skip hið minnsta 40% hlutverka í efsta lagi stjórnunar. Á ráðstefnu Jafnvægisvogarinnar árið 2019 hlutu 16 fyrirtæki og 2 sveitafélög viðurkenningu Jafnvægisvogarinnar. Í ár hljóta hvorki meira né minna en 30 fyrirtæki, 5 sveitarfélög og 9 stofnanir viðurkenninguna. Við kynnum til leiks Elísu Reid, forsetafrú, og mun hún flytja okkur ávarp og kynna verðlaunahafa Jafnvægisvogarinnar árið 2020. Komið þið sæl öll sömul og hjartanlega til hamingju með daginn. Það fylgja því blendnar tilfinningar að tala við ykkur með þessum hætti á þessum degi. Ég sakna þess að við getum ekki hist og stillt strengi saman, en leið fagna ég því að þið hugsuðuð í lausnum og funduð fínustu leiðir til að halda viðburðin á annan hátt. Mér þykir líka afar vænt að geta verið með ykkur. Eins og þið vitið vil ég stuðla að auknu jafnrétti kynjanna. Ég veit að það ætíð verk að vinna. Við vitum líka að hlutfallslega hefur farsóttin bitna verð á konum. Konur sem vinna í einkageirinum eða hjá hinu opinbera þurftu oft að gegna skyldum heima fyrir sem makarnir sinna ekki í sama mæli. Það sem á kalla mental load, til dæmis að minna á heimalærdóm barna og tómstundir og sjá svo líka hverskins heimilistörf. Þótt karla sinni þessum störfum betur hér á Íslandi en víða erlendis, hallar enn á kona í þessum efnum. Í ár því sérstaklega ánægilegt að sjá hversu margir hafa tekið það frumkvæði að vinna að aukni kynjajafnrétti. Í fyrra fengu 18 þáttakendur viðurkenningar til, en í ár verður 44 viðurkenningaveittar. Og auðvitað vona ég að næsta ár fjölgi enn meir í þessum hópi. Í fyrra fékk hver þáttakandi pottaplöntu, sem hefur verið lýst sem lofthreinsi. Félag kvenna í atvinnulífinu hefur lengi talað nauðsyn þess að hafa orkuskipti í fundarherberginu. Þar sem stjórnendur eru hvattir til að jafna hlutföll og stuðla þannig að meiri fjölbreytileika. Þar sem aðstæður eru sérstakur í ár var tekin ákvæði að taka plöntuhugmyndina yfir á næstu þrepp. Skógræktarfélag Reykjavíkur útvegaði fallega lund við rætur heiðmerku í Vífilsstaðahlíð. Hann hefur fengið nafnið Jafnréttishlíð og þar voru gróðursett tré í nafni hvers viðurkenningahafa. Gróðrarstöðin Þöll aðstoðaði við að finna nokkra tegundir af fallegum trjám sem gróðursett voru á þriðjudaginn.
Ákveðið var að velja alls konar tré sem táknrænt fyrir þann fjölbreytileika sem við erum að reyna að stuðla að. Þetta verður svo gert árlega og vonir standa til hlýðin fyllist á trjám næsta árum með auknum fjölda fyrirtækja, stofnana og sveitafélaga sem ná að jafna hlutföllin. En mér það sem sagt mikill heiður að kynna hverjir fá þessa viðurkenningu, Jafnvægisvogina árið 2020. Ég óskar ykkur öllum hjartanlega til hamingju. 1912 EHF Akureyrarbær Arion banki Atmonia Borgun HF Coca-Cola European Partners Ísland Controlant Distika Dómsmálaráðuneytið Félagsbústaðir Múlaþing Framkvæmdasýsla ríkisins GG Verk EHF Góðó Flekaskil EHF Háskóli Íslands Heilbrigðisstofnun Vestfjarða iClean EHF Inter EHF Ísafjarðarbær Isavia OHF Íslandsbanki Ístak HF Landhelgisgæsla Íslands Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins Lyf og heilsa Lyfja HF Miðbær Hótel Center Hotels EHF Olíuverslun Íslands EHF Orkuveita Reykjavíkur Pipar TB2VA Reykjanesbær Rio Tinto á Íslandi Ríkisútvarpið OHF Samkaup Sjóvá Skatturinn Sveitafélagið Ölfus Terra umhverfisþjónusta Torg EHF Valitor Veritas Capital EHF Vinnupallar EHF Vís Vátryggingafélag Íslands Vörður tryggingar Jafnvægisvogin óskar öllum viðurkenningahöfum innilega til hamingju. Jafnrétti ákvörðun. Að lokum mun Hulda Ragnheiður Árnadóttir, formaður félags kvenna í atvinnulífinu, flytja ávarp. Hulda Ragnheiður, vertu velkomin. Takk fyrir og verið öll hjartanlega velkomin á þessa ráðstefnu sem við erum að halda hérna í dag við þessar óvenjulegu aðstæður. Það er búið að vera ótrúlega gaman að hlusta hérna á þessa fyrirlesara sem hafa talað í dag. Minnst hafa gustað og hafa komið nýr andblær með nýju fólki og mjög ánægilegt. Mér langar að þakka frú Elísu Rít fyrir hennar orð hérna áðan og það að veita þessa viðurkenningu til þeirra sem að fá núna viðurkenningu Jafnvægisvogarinnar. Mér langar líka sérstaklega til þess að þakka Skógrækt ríkisins fyrir að hafa gefið okkur aðgang að þessu frábæra svæði upp í Heiðmörk þar sem að við fengum tækifæri til þess að gróðursetja tré fyrir hvern viðurkenningar hafa hér í dag. Og við fórum í gær og það voru sett niður 44 tré í nýja lundin okkar sem að við hlökkum svo sannarlega til að nota bæði til þess að njóta umhverfisins og mögulega getum við komið þar saman þegar
tímanni breytast aftur og við getum orðið fleiri saman á sama stað. Mér langar til að þakka Guðfinnu Mjöll Magnúsdóttur hjá Skógræktinni mjög vel fyrir og best að ég leiðrétti mig strax að það var Skógrækt Reykjavíkur sem að útvega okkur þetta svæði en ekki Skógrækt ríkisins. Og mér langar líka til að þakka gróðrastöðinni Þöll fyrir þeirra velvildi í okkar garð varðandi gróðursetninguna. En Katrín Jakobsdóttir, forsætisráðherra, hún myndi okkur á mikilvægi þess að sem flestir leggist á árarnar til þess að stuðla að auknu jafnrétti. Og það svo sannarlega rétt því að því fleiri sem að við erum, þeim mun meira markar tekið á okkur og þeim mun meira vægi höfum við. Það einmitt ástæða fyrir því að við erum komin hérna saman í dag. FKA hefur núna í nokkur ár leitt þetta verkefni jafnvægisvogarinnar í samstarfi við nokkra öfluga samstarfsaðila með það að markmiði að auka hlut kvenna í efsta stjórnunarlagi fyrirtækja. Þetta hefur skilað okkur því að nú fáum við ár eftir ár fjölda fólks til að taka þátt í þessari góðu og gagnlegu ráðstefnu sem við höldum hérna. Og mér fannst áhugavert sem að Þórður Snær Júlíusson ræddi hérna áðan lögin varðandi kynjakvótann að þau voru alls ekki sett að ástæðulausu og nú eru vangaveltur það hvað gert ef að engin viðurlög eru við því að fylgja ekki lögum og við höfum enn ekki náð þessu 40% takmarki sem að var sett þannig að með setningu lagana og við þurfum að sjá hvort að það þurfi að verða breytingar þar á til þess að lögunum verði fylgt. Mér fannst áhugavert líka að heyra Þórður nálgast þetta með dropana sem að falla á glerþakið en eru hvergi nærri því að ná að setja sprungur í það. Við gerðum okkur nú vonur það hérna í upphafi baráttunar held ég að við næðum að svifta burtu þessu glerþaki en í dag árið 2020 þá erum við að tala dropa á glerþakinu. En ég held að það sé ekki vafi að við munum fara heim með nokkra spurningar í kollinum það hvað við getum gert til þess að hlutirnir fari raunverulega að breytast. Mér fannst góð áminning frá henni Herdísi Páli hérna áðan að við höfum öll farið á marga fundi og marga ráðstefnur. En við þurfum að spyrja okkur hvað ætlum við að gera í framhaldi. Við þurfum að grípa til einhverja aðgerða vegna þess að við þurfum að sjá einhverja breytingar sem að rýma við alla þá umræðu sem fram hefur farið. Svo það spurningi sem Þorsteinn velti upp í erindi sínu það hvort og þá hvernig menning fyrirtækja getur verið útilokandi fyrir konur eða kvenleika. Mér finnst þetta að vera sjónarmið sem við þurfum að gefa aðeins meiri gaum. Við þurfum að skilja ástæðurnar að baki því að konur virðast ekki sækja í sama mæli í æðstu stjórnunarstörf eins og karlar gera. Og ég tel að skýringarna sé ekki að leita hjá konum. Hermann Björnsson átti hérna mjög gott erindi áðan og hann var líka mjög öflugur í viðtali við FKA-blaðið hérna í vor. Þar sem hann sagði einfaldlega ef fyrirtæki eiga í erfiðleikum með að fá starfsumsóknir frá konum, þá spurning hver ásýnd fyrirtækisins hvort stjórnandinn sé búin að byggja upp menningu eða umhverfi sem ekki nógu aðlaðandi fyrir konur. Mér finnst þetta áhugaverð nálgun vegna þess að það oft verið að skammast í konum fyrir að vera ekki nógu duglegar að sækja störf. En kannski þurfum við að líta í aðrar áttir eftir því hverjir eru ábyrgir fyrir þessari stöðu. Því að ef konur eru ekki að sækjast eftir stjórnendastöðum þá þurfum við að skoða starfsumhverfið vegna þess að fólk með fjölbreyttan bakgrunn líklegra til að koma með fjölbreyttari sjónarmið að borðinu og ef við viljum það besta fyrir fyrirtækin þá þurfum við að finna leiðir til að njóta þeirra fjölbreyttu starfskrafta. Fjölbreytnin, hún til allra kynja, aldursdreifingar, menntunar, þjóðernis og fjölmargra annara þátta sem að tryggja að ákvarðanir séu ekki allar teknar út frá einu þröngu sjónarhorni. Jafnrétti einfaldlega efnahagsmál og það þekkt að fjölbreytni í mannauði skilar ávinningi bæði á mannlega og veraldlega sviðinu. Það ljóst að jafnvægisvogin væri ekki til nema vegna einlags jafnréttis vilja þeirra samstarfsaðila sem hafa verið með okkur frá upphafi í þessu mikilvæga verkefni. Það ekki hægt að fullþakka framlag aðila eins og Pipar TBVA sem hafa framleitt fyrir okkur allt markaðsefni, auglýsingar, myndbönd, netborða og svo framvegis
eingöngu vegna þess að þeir vilja leggja sitt lóð á vogarskálarnar til að ýta jafnréttismálunum áfram af miklum krafti. Þeirra framlag ómetanlegt og verður seint full þakkað. Takk Darri og þið hin hjá Pipar. Deloitte hefur að sama skapi lagt fram gríðarlega verðmæta vinnu í formi tölfræðigreiningar og framsetningu og upplýsingum sem gera okkur kleift að fylgjast með þróun jafnréttismála og upplýsa almenning mikilvæga staðreyndir á þessu sviði. Það ljóst að verkefni hefði ekki sama slagkraft ef við hefðum ekki þessar tölfræðilega upplýsingar til þess að styðja við þau mál sem við erum að bera fram. Fulltrúar Sjóvár hafa líka verið ómetanlegir samstarfsaðilar og haft mikilvæga aðkomu í formi þekkingar á jafnréttismálum, því eins og þið heyrðu í máli Hermanns hérna áðan, þá veit hann alveg hvað hann að tala um. Og þeir hafa líka verið að vinna einstaka vinnu í þágu jafnvægisvogarinnar á undanförnum árum. Sjóvá hefur einnig lagt fram fjármuni sem hafa gert okkur mögulegt að halda þessa ráðstefnu ár eftir ár. Morgunblaðið eða Árvakur hafa einnig stuttu verkefni með birtingu auglýsinga og umfjöllun sem mjög mikilvæg fyrir verkefnið. En það ljóst að framlag allra þessara mikilvægu samstarfsaðila hefði ekki nýst með þeim hætti sem raunin nema vegna þess mikilvæga starf sem framfer í svokölluðu jafnvægisvogarráði sem er stýrt af Hildi Árnadóttur, FKA-konu og félagi leiðtogaauðum og okkar öfluga verkefnastjóra, Telmu Kristína Kvaran sem álíka veg og vanda af skipulagningu þessara ráðstefnu hérna í dag. Mér langar að þakka öllu þessu fólki af bara öllu hjarta fyrir þeirra framlag í þennan dag sem við erum núna að uppskera vinnuna sem hefur farið fram allt síðasta ár. Með framlagi forsætisráðuneytisins til viðbótar við aðra velvild sem verkefni hefur notið hefur okkur verið gert mögulegt að ráða verkefnastjóra í hlutastarf til að tryggja framgang verkefnisins. Ég vil fyrir hönd FKA og Ragnheiðar Aradóttur sem tengiliður stjórnar FKA í jafnvægisvogarráðinu þakka öllum þessum frábæru samstarfsaðilum fyrir að standa með okkur og trúa á þetta verkefni síðan að það fættist sem hugmynd. Hugmyndir einar og sér velta ekki stórum steinum koll. En ef við fáum rétta fólkið í lið með okkur til þess að velta steinunum, þá getum við byggt brú til breytinga. Að lokum langar mig til að þakka Bergþóru Halldórsdóttur fundarstjóra fyrir að stýra þessum fundi með okkur í dag og RÚV færum við okkar innilegustu þakkir fyrir ómetanlega aðstoð og stuðning við að geta haldið þessar ráðstefnu með þessum hætti hérna í dag. Allan undirbúning, upptökur og framleiðslu á efni jafnvægisvogar ráðstefnunar 2020. Takk fyrir.